Komið sæl, í dag hefur verið norðlæg átt á landinu og allvíða bjartviðri sunnanvert landið en víða rigning eða súld með köflum norðan til. Og veðrinu hjá okkur stýrir þessi lægð sem er hér norðaustur af landinu en hér á kortinu er einnig sýnt lægð suðvestur af okkur og þróunin á þessu næstu sólarhringana er að lægðin fyrir norðaustan okkur fjarlægist og hverfur þannig að við verðum í einhvers konar hæðarhrygg á morgun en svo á þriðjudaginn koma þessar lægðir hér upp að suðurströndinni en hafa ekki mikil áhrif hjá okkur. Og það var tiltölulega milt loft yfir sunnanverðurlandinu en svalara fyrir norðan í dag og hitinn komst hæst í 17 stig á Kirkjubæjarklaustri en hiti fór niður undir frostmark í Básum síðastliðna nótt. Og þróunin er að það hlýnar lítið eitt eða líður á morgundaginn og er búist við að hitinn yfir hádaginn verði svona frá 8 upp í 16 stig. Og ef við skoðum hér hvernig úrkoma og vindur breytist frá því klukkan 18 í kvöld og næsta sólarhringinn, þá er reiknað með að verði lítilsátt að væta með köflum allt norðanvert landið í kvöld og nótt og fram undir hádegi á morgun, en annars er reiknað með að verði úrkomi lítið á landinu miðjan dag á morgun, en síðan myndast sennilega einhverjir skúrir inn til landsins seinnipartinn. Og ef við skoðum hér hvernig dreifing á gosefni og gasi frá eldstöðin og Reykjanesi verður næsta sólarhringinn frá miðnætti til miðnættis, þá er búist við að vindur verði hægur þannig að gasið og eldarnir reykurinn frá eldunum verði víða á Reykjanesi og gæti orðið vart bæði í Vogum, Reykjanesbæ og jafnvel á höfuðborgarsvæðinu en fari síðan í norðvesturátt út á haf. Og staðan verður svona klukkan 8 í fyrramálið, hæg breytileg átt hjá okkur og víða bjartviðri sunnan og vestanvert landið en hér á norður og norðausturlandi má reikna með að gæti orðið einhver úrkoma fyrst í fyrramálið en dregur svo úr því þegar líður á morgundaginn og seinnipartinn á morgun má gera ráð fyrir að verði víða bjartviðri á landinu, skýjað eitthvað inn til landsins hér á miðhálendinu og gætu orðið stöku skúrir en hitinn svona frá 8 upp í 16 stig að deginum. Og á þriðjudag er svo reiknað með að verði austlæg átt hjá okkur og þá er útlit fyrir að gosefni frá eldstöðinni fari hér í vesturátt út af Reykjanesi en þá er búist við að verði nokkuð sólríkt og bjart víða norðan og austanvert landið lengst af og hitinn svona áfram frá 8 upp í 15 stig. En á miðvikudag er svo gert ráð fyrir norðaustlægri átt hjá okkur aftur, verður rigning þá austanvert landið og einnig norðaustan til þegar líður á miðvikudaginn en þurrast og bjartast á suðvestur og vesturhluta landsins. Og svo á fimmtudag er útlit fyrir norðlæga átt með einhverri vætu víða norðanvert landið en skýja með köflum og gæti orðið stöku skúrir sunnan til. Og ef við skoðum hér önnur lönd í Evrópu þá er reiknað með að verði skúraveður víða í Noregi á morgun en sólríkt bæði í Stokkhólmi, Helsinki og Kaupmannahöfn. Eins er gert ráð fyrir úrkomu norðvestan til á Bretlandseyjum og skúraveðri víða í Ölpunum en hitinn allt í 36 stig í Róm til að mynda. Og á Íberíuskaga er útlitur að verði víða skúrir og eldingar austan til á Spáni en hitinn hátt í 37 stig á suður Spáni. Og á Kanaríeyjum er gert ráð fyrir að verði sólríkt og hlýtt á morgun, hiti hátt í 30 stig allvíða. En í Norður-Ameríku er útlitur að verði víða eldingar og skúraveður hér á Flórídaskaga en sólríkt og hiti yfir 40 stig á sléttunum miklu. Og hjá okkur er útlitur að verði fremur róleg breytileg átt á morgun, víða bjartviðri miðbik dags og hiti 8 til 16 stig. Verði sæl.